ég er búin að missa tengslu við alla fjölskylduna mína. Þetta var ekki mitt val og ég get ekki verið sátt við það. Og það er ekki val hvorki fólk í Sýrlandi eða Afganistan eða Gaza eða Úkraínu eða Venezuela eða öllum þessum löndum sem við erum að fá flesta til að koma hérna til Íslands. Það er ekki val. Frjálslyndi snýst umburðarlyndi. Þetta er grundvelli að vera frjálslyndur. Ef ég á ekki bera virðingu fyrir þér og þínum og þú fyrir mér og mínum, þá veit ég ekki hvernig þetta samfélag ætti að virka. Ættum við með öðrum orðum að taka bara lýðræðislega kosning það hvort við tökum yfir höfuð á móti flóttafólki? Þegar ég er eftir 30 ár, allt í einu finn, ég er ekki lengur hluti af þessu samfélagi. Aldrei áður hef ég fundið fyrir þessu. Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Ein pæling. Þessi þáttur eru boðið fiskhúsi.is, bæjarins bestu pilsur, Happy Hydrate, Alvöru Bón og Polsen. Nú ef þú ert að hlusta á þetta á almennri veitu, þá ferðu inn á partus.is/ein pæling til þess að fá þennan þátt á undan öðrum og án auglýsinga. En fyrir ykkur sem eru að hlusta, þá vil ég eindregið hvetja ykkur til þess að eiga viðskipti við þessi fyrirtæki, því þrátt fyrir það að þau séu ekki sammála mér allt, að þá er þetta fyrirtæki sem að standa undir málfrelsi á Íslandi og það er nákvæmlega það sem þetta hlaðvarp stendur fyrir. En víkjum okkur á þættunum, gjörið þið svo vel. Vegna þess ég skil þjóðumsykjuna, ég skil hvað þýðir að verja sitt. Við byrjum hana, ég ætla að hafa þetta með sko. Við erum að tala bók, ég ætla að plugga henni fyrst að hún er hérna. Já. Bók Birgis Hermannssonar, sem heitir Stjórnmál. Ég hef ætlað að lesa hana, ég bara hef ekki komist í það. En þú ert í áfanga hjá hann núna? Nei. Nú, ég er löngu búin. Þetta er bara yndislestur? Já, þetta er yndislestur hjá mér. Þú sér, allir lesa eitthvað hérna svona ástarsögu og ég les bara Birgir Hermanns og eitthvað svona. Ég sko, þú ert sem sagt Jasmína Veisović-Cernat. Já. Var þetta ekki spottan? Jú. Sko, það sem við ætlum að ræða í dag er útlendingamálin. Þú skrifaði pistil daginn, þar sem að þú varst að fjalla þessi mál. Þar sem þú varst að fara yfir það, hvernig umræður útlendingar orðnar og svona til að setja í samhengi, þá hefur þú náttúrulega komið hérna ofta áður. Þú ert flóttamaður sjálf frá Bosníu á sínum tíma. En kemur sem innflytjandi. Kemur sem innflytjandi, alveg rétt. Ég gleymi því alltaf. Já, það er nefnilega gott að hafa bæði sko. Já. Vegna þess að ég hef ekki komið sem flóttamaður en ég hef verið að flótta í 3 ár, 2 eða 3 ár úti. Já. Já. Og hingað erum við komin. Byrjum bara vítt. Hvernig, þú skrifar hana pistil, þar sem að þú telur umræður útlendingamál vera komin úr hófi fram. Einhverjir myndi ég að vel kenna mér hluta þess, þar sem ég tala mikið þessi mál og sérstaklega menningatengd mál. Hvað svo rýnum bara svona vítt í stöðuna. Hvernig lest ég þetta? Pistilinn minn? Nei, og bara stöðuna sko. Stöðuna? Já, ég held hún sé töluvert að umræða. Ég veit ekki stöðuna sko kerfislega, en stöðuna stöðuna umræðunum. Í umræðu, hún hefur aldrei verið jafn slæm og hún er núna. Það er að segja, þú veist, bæði búin að rugla öllu saman. Það er að segja hælisleitendum, flóttafólki, innflytjendum í eina hrúgu. Þannig ég ákvað bara að svara í þessari einni hrúgu bara að ekki skilgreina eitthvað sérstaklega, en ég get tekið alla þessa flokka hvert sér og rætta. En umræða almennt að því hún er svona hrúgu saman, kom upp úr því að ég hef búið að lesa núna undanfarið að svona, hvað maður segir, fólk sem er með áhrifastöðin í samfélaginu er að koma með einhvers konar eins og það sé einhverjum innflytjendum og flóttafólki að kenna hvernig staðan er í kerfinu hjá okkur. Að heilbrigðiskerfi svona að því við erum að taka á móti svo mikið af fólki. Kerfi svona að því við erum við fáum ekki þjónustu að því það er svo mikið af fólki, þú veist, sumir leggjast á kerfi og alls konar svona og við getum ekki, við erum á mörg, við þurfum að passa að við erum ekki á mörg sem er svona dúlbúin, dúlbúin svona, hvað maður segir, ég myndi ekki segja hatur, heldur dúlbúið svona, Fyrirlitning? Já, á fólki, ég myndi, akkurat rétt orð, fyrirlitning. Þannig að
ég ákvað að skrifa þetta vegna þess að ég hef þannig reynslu. Ég hef unnið í málaflokknum í mörg ár. Ég hef sjálf af erlendum uppruna og ég hef sjálf reynslu bæði að vera á flótta og vera innflytjandi. Þannig, þú veist, og stjórnandi að veita þjónustu. Þannig ég hef verið og stjórnmálakona, þú veist, þannig ég hef sjónarhorn frá svo mörgum sviðum. Þannig mér finnst svo mikilvægt að allt þetta heyrist. Þú veist, mér finnst bæði umræða hvort sem til vinstri að hægri maður orða það svona óvægin. Við þurfum að taka þessa umræðu út frá staðreyndum og við þurfum að taka umræðu út frá Íslandi en ekki út frá hvernig staða endilega í Danmörku eða Svíþjóð eða Noregi eða Bretlandi. Við þurfum náttúrulega að hafa kannski svona til hliðsjónar að við gerum öðruvísi. Hvernig getum við gert þetta betur heldur hinn ríki en ekki bera okkur saman að fara jafnvel í sama farið en við ætlum samt ekki að gera það. En við munum samt enda þar vegna þess að við berum okkur saman og erum innleiða jafnvel einhverja stefnur eða ef maður svo kalla stefnur eða einhver svona fræði eða leiðir til þess að þjónusta ákveðna hópa eða hvernig við tökum á móti þeim eins og gert annars staðar. Ég held við þurfum að skoða þetta og læra af því en ekki skoða þetta út frá því að hinn eru svo slæmir og við ætlum vera jafn slæmir eða að því við ætlum innleiða alveg eins eða við vera hrættum að standa með fólki að því að pressa svo mikið vegna þess að eins og ég segi alltaf, við erum alltaf fólk og við erum alls konar og Íslendingar eru alls konar og við getum ekki ætlast til þess að við fáum fullkomna innflytjendur eða fullkomna flóttamenn hér til landsins. Það verður aldrei. Þannig krafan svo mikið að því þú tala bókina það svo gaman að nefna mig, þetta tengist þessari þjóðurinshyggju, þetta tengist þessari sjálfsmynd sem við höfum. Þú veist, við og hinir. Þú veist, þjóðurinshyggja vill endilega gera það, að einhverju deila þarna, að einhver myndi taka eitthvað af okkur þegar þá koma hingað. Ég myndi þvinga þig til að vera bosníu múslimi, sem ég veit ekki hvernig ég á að gera það, að því hlutfalli bara opaslega lítil og fyrir utan það, frjálslyndi snýst umburðarlyndi. Þetta grundvelli að vera frjálslyndur. Ef ég á ekki bera virðingu fyrir þér og þínum og þú fyrir mér og mínum, þá veit ég ekki hvernig þetta samfélag ætti að virka. Öðruvísi. Þannig, ef ég að skoða þetta miklu, sem þú heyrir, miklu stærra samhengi, heldur bara einhverja orðræðu, en orðræða sem svona neikvæð, hún leiðir til þess að sundra þjóðinni, eins og við höfum verið að horfa upp á. Þannig við þurfum að skipta niður hvernig við ætlum að ræða þetta og hvað erum við að ræða. Hvar liggja áskoranir og hvernig stjórnvöld að bregðast því. Af því innflytjendur og flóttafólk eru ekki við völd og þetta nefni ég einmitt í pislinu mínum. Við ráðum engu Þú veist, það eru engin innflytjendur í opinberri stjórnsýslu sem sviðsstjórar eða sem ákvarðavaldi að teki. Það mjög fáir í pólitík og ég veit enga sérstaklega sem stendur fyrir innflytjendum. Við erum þannig hræðsla þarf ekkit vera þar að við sem einhverja hópa sem þrista eitthvað í gegn sem ekki, hvað maður segja, íslenskgildi, ef við mögum orða það. Þannig við þurfum ekki vera hrætt slíkt. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel og eitt af þeim Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarft á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni, en eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri. Þetta dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur úr þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamín og bara heilt yfir frábært. Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. Hvað þetta eru fullt af breytum sem þú nefnir þarna. Byrjum bara á því, þú nefndir þarna að við ættum ekki að gera sömu mistök á Norðurlöndin.
hvað eru við að gera öðruvísi heldur en til dæmis eins og Danmörk sem að náði ekki að gera þetta farsarlega en það Mette Frederiksen að taka mjög hart á þessu núna. Hvað ættum við að gera öðruvísi heldur en Danmörk gerði til dæmis? Sko, þetta snýst ég hef oft talað þetta bara í gegnum mína reynslu og ég veit þetta það sem skiptir gríðarlega miklu máli út frá félagsfræðum. Vandamál eða þar að segja skortur eða þegar við erum að tala að því það oft nefnt það svo mikið að glæpum. Það ekki endilega per se ástæða að þjóðerni skilgreini það. Að því þú ert Íslendingur, þú ert miklu líklegri til að glæpa maður. Þú veist, það bara fáránlegt. Það yfirleitt félagsstaða fólks sem gerir það að verkum að fólk verður leiðist út í eitthvað sem ekki æskilegt. Og það sem í Danmörku, það sem búin að vera að gera það að setja fólki í einhver svona gettóhverfi og koma því einhvern veginn fyrir, þau fá einhverja þjónustu sem lágmarks í raun og veru, þau fá ekki stuðning, fólk frá Miðausturlöndum ekkert endilega fá vinnu, það ekkert endilega að því þau vilja ekki vinna, heldur vinnuveitendur eru með staðalímyndir og það sama vandi á Íslandi, eru staðalímyndir múslima, fólk frá Indlandi eða eitthvað og þá ólíklegri að þau fá vinnu. Ekki það að þau vilja ekkert vinna, auðvitað eru einhverjir sem vilja það ekki, það bara þannig. En almennt sé, ef við erum að alhæfa eitthvað, þá erum við alhæfa heilu þjóðirnar, Mið-Austurlönd. En tölfræðin aftur á móti bendir til að meir en helmingur á félagslega kerfinu sem koma til eins og frá meðnafnlöndunum í Danmörku og Bretlandi. Akkurat, vegna þessa stuðningsleysis sem til staðar. En stuðningurinn mikill að mínum að þið Já, að þínum mati, vegna þess að en þegar þú ert að fá fólk frá Miðausturlöndum sem kannski jafnvel frá stríðshjárlöndum, ég alveg sagt þér það, af reynslu minni vinna með flóttafólki. Það flóttafólk þarf 5 til 10 ár til að samlagast, til að vera hluti af samfélaginu, vegna erfiðri stöðu sem þeir eru í, vegna áfalla, vegna þess að þau þurftu að flýja, vegna þess það engin tengslanit, vegna fordómana, vegna svo margt annað vegna líkamlega erfiðleika að því þau oft greinast með sjúkdóma, fólk frá stríðshrjáðum líklega til að taka til dæmis lyf heldur önnur og vera veikari og greinast með hjartasjúkdóma og ýmislegt vegna áfalla sem þau urðu fyrir. Ef þetta allt saman tekið, á þessum málum ekki vel tekið, hvorki hér né annars staðar. Það grundvalla atriði ef við erum að taka á móti slíku fólki eins og ég hef sagt, þegar var tekið á móti mér á Íslandi sem innflytjenda, það var vel gert vegna þess allt samfélagi. En nú þykist þið samt vita að það var farið að vinna strax og það var farið að taka á hlutunum eiginlega strax. Já, það munurinn. Það þetta sem ég að tala En þess vegna var félagslegi stuðningurinn ekki endilega fyrir hendi eins og hann kannski í dag sem aðalega í fjárhagslegum bundin með fjárhagslegan stuðning og þá myndum mjög margir velta fyrir sér við erum alveg til í að taka á móti fólki sem vill hingað koma og bæta okkar samfélag en ef aftur á móti flestir sem að koma þurfa 10 ár til þess að vera hluta samfélaginu á félagslegum stuðning að þá kannski breytast forsendur fyrir vilja fólks það að vera að taka á móti mikið af fólki. Já, en þetta svolítið pínu þversögn vegna þess að það eru svo kallað kvótaflóttamenn. Og þetta erfiðustu flokkurinn, en þetta það sem yfirleitt stjórnvöld alltaf tala í þessu samhengi, að taka frekar á móti því fólki. Það erfiðustu hópurinn. Þetta geta allir sérfræðingar sem vinna þessu málaflokki fullyrt með mér, ég viss það. Þetta eru einstaklingar sem við þurfum að þjónusta svo lengi. Síðan það sem náttúrulega... Þeir sem koma á sækja hæli ekki kvótaflóttamenn? Nei. Það nefnilega málið. Og það hinga koma, flesti hælisleitendur sem koma hinga eru frá Venezuela og eða frá Úkraínu og svo Venezuela sem mun minnka náttúrulega núna vegna þess að Venezuela hefur ekki fengið framlengt leyfi lengur til að veita því fólki hæli en það breytir því ekki ef þú skoðar bara tölfræði.
þetta að því við höfum eina kerfi til að taka á móti slíku fólki hælisleitendakerfi. Það ekki fólk frá Miðausturlöndum eða fólk sem erfitt aðlagast. Hins vegar, það sem alltaf, ég hef oft líka bent á, það sem gert í Kanada, það þessi stuðningur sem felst í því að fyrirtæki og samfélagið, það segja frá nágranna, götunni, hverfinu, samfélaginu, sveitarfélaginu heild, ríkinu, vinnumarkaður, það taka allir þátt í því að taka á móti fólki. Á Íslandi það yfirleitt, ef við erum að tala innflytjendur, það vinnumarkaðurinn sem ræður hvað koma margir. Ef það kvótaflóttamenn, þá eru stjórnvöld. Ef það ræðum hælisleitendum frá Úkraínu, það líka stjórnvöld vegna þess að þau tóku ákvörðun að taka á móti slíku fólki og það sama gildi Venezuela. Svo einhver 200-300 manns sem koma frá öðrum ríkjum, 80% af því fæ neitun. Þannig, sérðu hvað við erum að tala? Við erum að tala örfáa sem fá hæli sem gætu mögulega verið í þessum hópi sem við erum að segja það sé erfitt og þungt að þjónusta. Ég myndi jafnvel taka þetta lengra og segja, þú veist, áhyggjur fólks aðalega bundnir við minnihlutahóp þess minnihlutahóps. Og það svolítið vandinn að mínu mati að okkur hefur tekist illa að takast á við félagsleg vandamál sem að fylgja fólki sem að koma frá allt öðrum menningabakgrunn. Þú talar áðan að fólk var að grauta þessu saman. Ég held að enginn sé að grauta þessu saman. Það enginn að tala Úkraínumenn, til dæmis. Það hefur aldrei komið til umræðu þessum útlendingamálum að einhver hafi áhyggjur af þessum Úkraínumennum. En þær hafa áhyggjur af hælisleitendum. Já, hafa áhyggjur af ákveðnum hóp hælisleitenda sem eru þá aðalega frá mismunandi menningarbakgrunn sem og hefur náttúrulega á rök við að styðjast út af reynslu annarra ríkja. Þú talar áðan að við ættum að læra af reynslu annarra ríkja en hvernig hefur að gera það ef við ætlum ekki að bera okkur saman við þau. Við ættum náttúrulega að bera okkur saman við þau út af því einfaldlega að þau eru búin að gera öll mistökin. Til að gera betur, vissulega, en þá þurfum við líka að horfast í augu við það að þegar við erum að tala stóran hóp sem kannski minni heldur en heildar mengið, en þá þetta aftur á móti stór hópur sem aðlagast illa og hefur til dæmis tekist illa í Bretlandi, Þýskalandi, Frakklandi og öllum Norðurlöndunum, þá ættum við bara að horfast í augu við það að ef við erum eitthvað meðvirk gagnvart því að hinga koma gildi sem að fara alveg þvert yfir okkar eigin gildi, að ef okkur mistekst að takast á við það, þá erum við að fara að sjá sömu félagslegu vandamálin og eru alls þar annars þar. Og ég hef verið að færa rök fyrir því að við erum að standa í lappirnar gagnvart okkar eigin menningu, við erum að standa í lappirnar gagnvart því að við erum ekki að fara að horfa upp á það að ákveðin svona sjónarmið eins og tökum bara svona frægasta dæmi eins og sharia lög, þar sem að ég held að séu 130 sharia dómstólar í Bretlandi. Þeir það svona misjafnt hversu mikið vægið hafa en aftur á móti eru ákveðin svona, community eða samfélög sem að horfa frekar til þess dómstóls sem hinn réttmæta dómstóls í Bretlandi. Þetta eru bara áhyggjur sem að fólk og ég tel vera mjög eðlilegar. Ég held að enginn sé að grauta neinu saman. Eina sem fólk hefur áhyggjur af þessi ákveðinu hópur sem hefur með menning að gera. Það ekkert annað sem að fólk að tala Og nú erum við að horfa upp á það að lögreglustjórar að segja að sænski raunveruleikinn sé komin hingað og bendlar það aðalega við hóp þessa fólks. Við erum að sjá að það hættulegra að vera niður í bæ. Ég man eftir því, ég var dyravörður sjálfur og ég tala við þá sem eru í veitingarekstri. Þeir segja þetta er kannski óberlega, þeir segja þetta aftur á móti. Lögreglu menn gera þetta líka, tala að þetta sé orðið hættulegra heldur en þetta var. Fólk sem að fer niður í bæ og að horfa upp á þetta, sé bara, heyrðu, það öðruvísi veruleiki heldur en var fyrir 10 árum. Og ég held að, þegar við erum að taka umræðu að við séum alltaf einhvern veginn að byggja á því að fólk sem bara einhvern veginn rangar skoðanir á þessu. Ég held að fólk horfi bara kringu sig og sjáu að raunveruleikin orðinn annan heldur en hann var og hann orðinn keimlíkur því sem að var þróunin fyrir kannski 10 árum í Svíþjóð. Og þar af leiðandi erum við að eiga þessar samræður á þessum grunni. Og ég held einmitt að ef við ætlum einhvern veginn að fara að stýra umræðin einhvern veginn að þetta megi segja og ekki þetta og þetta megi ekki, að þá erum við að fara algjörlega í eitthvað skipbrot sem að mun leiða til miklu verra samfélagsheldur en
við kannski kærum okkur að lifa í sko. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem ekki frá Bæjarins bestu þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Já, áhugavert. Vegna þess að þú setur það samhengi við Íslands samfélag. Erum við að ræða þessu 0,eitthvað% sem eru, eða 2%, segjum það hámark 2%, erum við eitthvað mikið að ræða það hérna í íslensku samfélagi að við höfum mikla áhyggjur af því að þau myndu, gildi þeirra, myndu yfirfærast yfir á langt flesta hérna á Íslandi? Nei, en aftur á móti, ég meina, þú veist eins og í Bretlandi bara að tala það að borgarastyrjöld sé yfirvofandi og það ekki út af því að allir sé að fara að taka upp þessi gildi, heldur að þessir hópar sé einhvern veginn að fara að takast á. Ég veit ekki hvers konar birtingamynd það mun taka, en það alveg ótrúlegt að fylgjast með því hversu hratt þetta hefur gerst á undanförnu hálfu ári að fólk fór frá því að vera að tala svona ákveðin menningarátök, ákveðin svona menningarátök innan skólakerfisins í það að vera að tala bara einhvers sko hernaðar átök sko. Já, en ef þú þvingar fólk til þess að vera einhverninn í lýðræðisríki og þú ætla bara, já þú verður bara að læra íslensk gildi eða breskt gildi eða eitthvað hollensk gildi, ég veit ekki, ef við þvingum það í gegn og segjum þú verður að vera bara eins og við Íslendingar, þá erum við ekki að tala um lýðræði, þá erum við ekki að tala um frjálslyndi. Þú veist, þarna átökin og átökin eru líka eins og ég bent, þetta félagslega, þú veist, það ójöfnur, þú veist, fólkið eins og margir, ég fekk bara í vikunni fyrradag, getur hjálpað mér, ég veit ekki hvað ég á að gera, innflytjandi, búið að vera mörg ár hérna, tala frábæra íslensku, kerfi traðkar ofan á fólki, ýti þeim niður, þú ert ekki hluti samfélaginu og það stór hættulegt. Eftir 30 ár veru hérna, Tóti, ég enn ekki hluti samfélaginu. Það bara í haust sem ég sagt bara svona eins og ég og þú erum að ræða svona núna, beint á móti, þú veist, viðkomandi þekkt til margar ára, margir vita, sérstaklega í mínu samfélagi, hver ég og ég stendur frábærlega, en ég fæ samt. Þið innflytjendur eru búið að eyðileggja Íslands samfélag. Þið innflytjendur, vegna þessi litli hópur sem þú varst að nefna áðan, þar sem þau gera og umræða, hún yfirfært yfir okkur öll og ég bara óbóðslega þreytt á því og ég hef áhyggjur af þessu ef við ætlum að ræða ákveðin hóps fólks sem að brjóta hérna eitthvað af sér, sem eru með ómenningu, eins og ég kalli þetta ómenningu vegna þess að það ekki menning. Bara Dilljá Mist sem hefur þorað að gera það hjá mér. Já, þú veist, að tala þennan hóp, þá verðum, sko, ég sammála því að við eigum vera vakandi fyrir því og geta tekið þessu umræðu. Ef þessi hópur að valda íslensku kerfi vandamál, þá þurfum við að takast á því. Hins vegar megum við ekki, vegna þess að það hins 78.800 og eitthvað sem eru hérna heilbrigðir þátttakendur í íslensku samfélagi. Tölurnar sýna fram á það. 86% á vinnumarkaði, 93% til með Venezuela-búa vinnumarkaði, 55% á Úkraínubúa á vinnumarkaði, skilurðu, og auðvitað sumir þurfa meira stuðningi að aðrir, alveg eins og íslensku samfélagi. Þar eigum við horfa á, passa á jöfnur, verður ekki það mikill að fólk finnur sér ekki hluti af samfélaginu. Þegar ég eftir 30 ár, allt í einu ég ekki lengur hluti af þessu samfélagi. Aldrei áður hef ég fundið fyrir þessu. Þá eitthvað mikið að þessari umræðu og fólk leyfir sér því miður. Leyfir sér að tala til mín eins og ég sé að þykja eitthvað sem ég á ekki rétt á. Þú veist, fyrirgefðu, þannig tala svo mikið með höndum, en þú veist, það þetta sem við þurfum að passa á og þetta eru rannsóknir að sýna fram á, þetta hefur komið margoft fram, þetta, ef þú setur í fræðilega samhengi,
það líka komið fram að þessi ójöfnur, að fólk finnur þessi íting til hliðar eins og með við horfum upp á karlkyns unga stráka í dag sem finna að það sé nýndri. Það nákvæmlega sama með innflytjendasamfélagi eða flotta, að því flotta fólk á Íslandi verður innflytjendur. Það bara staðreynd. Ég bara hjartanlega sammála, sko. Ég, þú veist, það eru Sýrlendingar hérna sem eru í atvinnurekstri, hafa lært íslensku og standa sér frábærlega. Það eru Afganar hérna sem eru að keppast við það, sérstaklega þeir sem komu núna í kjölfar innrásar eða yfirtöku talibana sem komu hingað og hafa lært íslensku og eru að keppast við það og eru í tveimur vinnum og allt. Það eru frábæra hlutir að gerast. Þess vegna ég alltaf að færa rök fyrir því að þetta, sko, ég aðalega að reyna að kasta ljósi á áhyggjur fólks. Já. Þetta eru áhyggjunar og ég veit alveg að þú veist, það hefur ekki mátt að ræða þetta, en það hefur ekki mátt að ræða þetta. Og fólk sér núna einfallega að raunveruleiki þeirra búin að breytast það mikið að fólk farið að hafa meiri áhyggjur og svo miklar áhyggjur að finnst eins og að þurfa að tala meira. Sko, fyrir hverja rödd sem þú ert að sjá á netinu, þá eru margfalt fleiri sem á sömu skoðun en þú ekki að segja það út af vinnu eða öðru. Sammála. Já, og ég heyri það líka. Já. Ég ekki rasisti og ég alveg bara, nei, að því fólk krefst íslenskuna til dæmis oft á tíðum. Og ég fengi þessa spurninga því fólk þorir ekki segja. Og ég segi, þú ert ekki rasisti og ég bara skal segja það líka opinberlega. Þegar ég með fræðslu, ég hef sagt við full hús af kennurum, því krefjast fólk að tala íslensku. Það grundvallaratriði, en til þess að fólk læri íslensku, það þarf að hafa líka stuðning sem hefur verið lítil vegna þess að vinnuveitendur hefur stjórnað þessu, ekki stjórnvöld. Við skulum hafa þetta á hreinu. Það rétt, en þú veist, en þá velti ég fyrir mér, sko, þá getum við snúið að þú talaður að við þyrftum að búa í lýðræðislegu samfélagi þar sem að þú hefur frjálslyndi og annað. Ætti þá, sko, til dæmis eins og með hælisleitendakerfið, ætti þá lýðræðislegur vilji gagnvart í að taka á móti flóttamönnum að vera yfirsterkari því hvað stjórnvöld og stofnanir að gera. Ættum við með öðrum orðum að taka bara lýðræðislega kosningum það hvort við tökum yfir höfuð á móti flóttafólki? Já, það væri bara mjög lýðræðislegt. Að mínu mati, þú veist, hvernig mótum við stefnu? Það engin stefna á Íslandi hvorki flóttafólk eða hælisleitendur eða innflytjendur og eða bara engin stefna í íslensku, þú veist, mjög skrítið, lítið þjóð með svo hátt hlutfall innflytjendum að við skulum ekki verja meiri tíma í að verja tíma meira í einmitt að búa til stefnu og mjög skýr regluverk, hvernig ætlum við að hafa þetta? Það hefur ekki komið fram. Þannig að þegar maður byrjar til stefnu, auðvitað þarf maður að spyrja þjóðina, hvernig viljum við hafa þetta? Þetta meiri hluta vilji að við þvingum eitthvað í gegn eða höfum við eitthvað lýðræðislega? Ég held til dæmis að við myndum fara í lýðræðislega kosningu þessi dag að það myndi ekki, þú veist, við myndum þá loka hælisleitendakerfinu. Já, klárlega, út af umræðunni að því hún óvægin. Þú veist, lítil hópur á ekki stjórna 70-80.000 manna sem eru og mér að segja lögreglu því ég hefur unnið sem stjórnmálakona sem bæjarfulltrúi inn í Reykjanesbæ eða varabæjarfulltrúi og og satt í nefndum í 8 ár. Þá hefur komið mjög skýrt frá lögreglunni. Við erum að fá mjög góða innflytjendur hér til landsins sem brjóta ekki af sér meira heldur Íslendingar gera. Þannig að við eigum einblína svolítið á það og hvernig eigum við þá, þú veist, styrkja okkar kerfi. Ég sammála kannski ríkisstjórninni sem að gera. Við eigum að styrkja kannski landamæri, að við erum taka betur á. Þetta ekki, við styrkjum ekki landamæri með því að henda fólki bara út úr landi að því okkur datta bara í hug. Nei, en ef við brjóta af sér, þá ættu að henda á landinu. En svo annað sjónarhorn, ég hef verið alveg þeirra skoðuna, en svo annars sjónarhorn sem ég endilega kannski sem þarf að koma líka fram að mínu mati. Raunhæft af okkur að gera kröfur að bæði innflytjendur og flóttafólk sé svona fullkomin? Ekki fullkomin, en bara ekki að brjóta af sér. Já, það að vera fullkomin. Af því þú getur hér á Íslandi bara þannig, ef þú fær sekt fyrir kera of hratt. Það er mjög líklega að þú fæ ekki. Já, við erum ekki að tala um áhrifanákstur, við erum að tala um ofbeldisbrot, fíkniefnabrot eða eitthvað þannig og það er ekki megin hluti fólk sem ekki fullkomin sem að gerir það bara. En megin hlutfall að því við erum komin inn með þetta,
þá þetta ekki flóttafólk sem brýtur af sér. Þá þetta fólk sem kemur frá ESB-ríkjum, sem frjálsflæði fólks inn og út, sem brýtur af sér, og þetta eru að mesta leyti konur, einmitt burðardýr og eins og við sjáum, jafnvel mansalsmál. Þannig að það og við erum að fangast á slíkt fólk. Það stefna stjórnvalda að gera þetta svona. Það ekki innflytjendur frá ESB-ríkjum eða ég sem býr á Íslandi sem innflytjendur sem stjórna þessu. Þannig ég sammála því að við eigum að finna lausnir á því málum og tala við þá sérfræðingar sem telja. Ég hef enga skoðun á því hvort við eigum að setja þau í fangilsi eða einhverja búðir eða hvernig sem fólk vill að það eru sérfræðingar sem tala það. Hvernig getum tækla þetta? Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim alvöru bón. Við skulum bara vera hreinskilin. Ef þér þykir vænt bíliðin þá lætur þú gera þetta almennilega og það nákvæmlega sem alvöru bón gerir. Fer með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á alvöru bón og lætur degrafi bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Já, má ég skjóta inn í hérna, því að ég held sko, það eru nokkrar forsendur sem ég til að myndi bara lækka hitastigið á bæði umræðum og líka bara viðhorfi fólks almennt. Ég held að ef við myndum sko taka á þessu þannig að við værum bara, ef að allir þeir sem eru af erlendi bergi brotnu, kannski ekki Íslendingar af erlendi bergi brotnu, heldur bara erlendir aðilar, erlendir ríkisborgarar, myndu bara afplána í öðru ríki og svo hafa þeir bara endurkomubann. Samhliða þessu myndum við loka hælisleitendakerfinu og taka út félagslega bætur og þeir sem að finna sér vinnu og standa sér vel að þeir geta verða bara hluta af okkar samfélagi. Ég held að ef þessar forsendur væru fyrir hendi að það myndum við búa við miklu betri kjör hér á landi, sérstaklega í sambandi við umræður þessi mál. Það svipað þetta sem þú ræða, mjög svipað ef við útfærum þetta. Ég veit, þú meinar þetta ekki bókstaflega hérna, ég skil að því við þekkjumst bara mjög vel. Var ég ekki að láta það hafa Pepsi? Þetta grínast? Nei, og ég hérna... ég var að sjá þetta núna. Já, þetta aftilega, ég núna fyrst, en það sko hérna, ég segja of mikið hérna að því ég að hugsa, ég að vanda mig, ég ætla ekki hérna eitthvað blása hérna að koma með eitthvað svona bull eins og maður segir, reyni verða málefnilega. En þú sko, ef við útfærum þessa hugmyndafræði, einhver svona sirka, þá væri þetta hugmyndafræði sem Kanada með. Fólk að koma á þeim forsendum að þau ætla að fara að vinna, þau fá einhver styrk og þau fá hérna. En það allt samfélagi sem tekur þátt eins og ég nefndi hérna rétt áðan. Hjá okkur ekki þannig. Ef við erum að taka á móti flóttafólki þá hefur stjórnvald ákveðið það. Ef við erum að taka á móti innflytjendur þá hefur vinnumarkaðurinn ákveðið það. Það ekki samræmi, það ekki sveitarfélag per se eða samfélagi eða gatan eða hverfi sem ákveður að taka þetta upp og aðstoða fólki auðvitað þegar þú kemur frá öðru landi. Ég meina bara fara að kaupa mjólk eins og ég oft sagt hérna þessa sögu. Ég drakk alltaf hérna gulamjólkina í 6 mánuði hérna á Íslandi vegna þess ég vissi ekki að bláa mjólkin sem stóð nýmjólk væri líka mjólk. Að því ég þorði aldrei kaupa vegna þess að ég var ekkert viss hvernig það Svo smakkaði ég þetta upp á spítala því ég átti dóttur mína og ég hugsaði með mér, þetta miklu betri mjólk. Spáðu bara í þetta en ég hafði fullt af fólki sem kom inn á mitt heimili og við fengum stuðning og við fengum vinnu og við fengum hérna ekki reyndar íslensku kennslu, ég lærði hana bara sjálf en ég ger ekki þessa kröfur að innflytjendur eða flóttafólk þurfi fara sömu leið ég. Það óraunhæft vegna þess þau búa kannski ekkert yfir þessu hæfni þar sem ég hef. Þannig við þurfum að styðja ákveðin hluta fólki og við þurfum að gera þetta eins og einmitt gert í Kanada. Þeir allir að taka þátt. Það enginn einhvern skilin út undan. Þannig það verður einmitt að myndast ekki þessi togstreita sem í mörgum Norðurlöndum. Þannig við lærum líka af því að sleppa þessari togstreitu. Það það sem ég tala fyrir. Ef við ætlum yfirfæra það sem lítil hópur ég skil þess áhyggjur, ég hef aldrei neitað þeim. En losum okkur bara við hennar litla hóp. Bara allir þeir sem að brjóta af sér. Sem eru ESB. Já, alveg sama hvaðan þeir koma.
Já, en þetta er ekkit innflytjendur. Við myndum líka leysa fangelsisvandann. Bara við myndum Þetta láta... er ekkit innflytjendur sem búa hér á Íslandi. Langstærsti hópur er ekki þar. Það er það sem ég er að segja. Nei, en þeir eru fangelsunum og þeir eru hérlendi samt. Þetta er Ég er að segja, milliríkja. bara ef við myndum senda þau skilaboð að þú afplánar, ég veit það ekki, í einhverju öðru ríki og þurfir bara að takast á við þann veruleika og svo þarftu bara að koma þér heimtíðin hvernig sem þú gerir það, að þá myndum við senda þau skilaboð að við erum ekki að fara að taka þátt í neinu fíblalátum og ekki þessari stjórnleysu meðvirkni sem að við höfum séð núna á Norðurlöndunum sem að þau eru náttúrulega að reyna að vefja svona tilbaka að einhverju leyti, þar sem að Mette Frederiksen til að taka hart á þessu núna. Hún er líka núna að taka hart á menningatengdum málum, þar sem hún er að fara að setja allar stúlkur verða með í því að vera þetta svona lottery draft, þar sem að þú gætir þurft að sinna herskyldu og að konur þurfa núna að gera það líka og við vitum alveg að þegar að ákveðnir hópar sem að koma allir frá Miðausturlöndum, það er mjög ólíklegt að konur fái fyrsta lagi að fara í herinn sem að eru á svona íhaldssömum múslimum eða svona múslimskum heimilum og það er líka mjög ólíklegt að þeir myndu vilja berjast undir flaggi NATO og það er þetta sem er náttúrulega svolítið vandinn, að fólk sko aðalega bendlar sig frekar við til þess að vera frá Pakistan ef það kemur frá Pakistan en býr í Bretlandi, sama á við Bangladesh, sama á við mörg Norður Afríkulönd og það er þetta sem er svolítið vandinn, þannig að þegar við komum með mjög stóra hópa sem eru frá ákveðnum ríkjum, að þá verða þau bara ríki innan ríkis. Þau verða mismunandi menningarheimar og það er út af því að það er tekið á móti of stórum hópum og stjórnlaus meðvirkni undanfarana ára sem hefur aðalega að gera með svona réttrúnaðamálum, það eftir því sem hefur meira meðvirk því meira aðlagast fólk, var náttúrulega bara einhver della, fólk aðlagast ekki nema þessi gerða ákveðna kröfur til þess að fólk aðlagist og ef við erum einhvern veginn að sko bláeig gagnvart þessu hérlendis, að þá erum við bara að fara að sjá þetta hérna og við getum alveg talað um það, umræðan sé eitthvað erfið og umræðan sé eitthvað slæm, en það breytir því ekki að við erum að fara að horfa á hann veruleika með linsu þeirra. Þú veist, við erum með þetta í, hvað var að segja, baksýnisspeglinum, eða svona, ég veit ekki hvernig að orða það, við sjáum þetta kannski frekar að gennum framrúðuna hvert við erum að fara. En við sjáum það ekkert á Íslandi vegna þess að það er engin stefna. Já, en ég er að segja, við erum að móta hana hérna. Kristrún er að hlusta, sko. Já, frábært, ef hún er að hlusta vegna þess að emmitt hérna, og hver á að móta stefnuna? Íslendingar. Já. Já, akkurat. Og það er emmitt sem er ekki tekið kannski tillit til sjónarmiða fólks eins og mig og fleiri sem er þessi minni hluti á Íslandi, hvernig hlutin er að vera. Já, en svo er þetta líka, sko, svo við gerum þetta nú aðeins meira spicy, þú veist, þetta dellu hugtak fjölmenningu, sem ég veit að þú ert sammála mér að sé bara eitthvað dellu hugtak, þar sem að við erum einhvern veginn að fara að sjóða saman, hópa inn í eitthvað rosalega stórt mengi þar sem allir hafa mismunandi gildi og menningu. Þetta var náttúrulega bara della allan tíman, erum við ekki sammála um það? Ég veit ekki sko, Fjölmenning snýst svolítið að við ætlum einhvern veginn að kenna fólki að vera Íslendingar. Þú veist. Það gerir hann ekki, Jasmína. Nei, en þú veist. Þetta þýðir ekki það. Þetta þýðir það að fólk, við einhvern veginn að fara að hlúa að mismunandi gildum með því að koma til móts við þau. Já, við notum hugtaki aðlast. Já, gott hugtak. Sem er hluti af fjölmenningu. Fjölmenning sjálf, orðið sjálf er ekki endilega, við tölum rosa mikið um það, við mótum kannski einhverja stefnur í því, en með þeim grunni að allir einhvern veginn eiga að vera með þessi sömu gildi, að því ef við erum með sömu gildi, ef við erum lík, þá er minni átök. Það er ekkit endilega þannig, vegna þess þá ertu þvinga eitthvað upp á fólk sem velur ekki sjálft. Og þegar þú fær ekki velja, þá er þetta ekki frjálslyndi. Jú, ef að fólk er að velja að koma hingað, þá getur gert ráð fyrir því að það getur búið við þessi gildi. Ef aftur á móti vill búa við einhver önnur gildi, þá eru þau boðið annars staðar í heiminum. Og ef að fólk ætlar að koma hingað og fara að segja, nei, ég ætla að fara að breyta þessum gildum út af því að þið er komið til móts við mig, þá er verið að grafa undan þeim gildum. Já, tökum bara dæmi. Gildum, borða svínakjöt. Það er mikið umræðu. Ef að banna það þá í skólunum? Já, þá ekki banna neitt að mínu mati, þú veist. Mér finnst forræðishyggja ekki endilega hugtak sem ég
hugnast. Ferskur fiskur fastur liður í matarvenjum Íslendinga og þegar veitingamenn bjóða upp á fiska þá þýðir ekkert að bjóða upp á annað en hið ferskasta og hið besta. Fiskhúsið.is býður upp á ferskasta fiskinn, framúrskarandi úrval og að sjálfsögðu afburða þjónustu. Hvort sem það fyrir veitingahúsið, hótelið, mötuneytið eða hvað annað, sama hvar þú ert á landinu, þá ferðu inn á fiskhúsið.is og heyrir í strákunum. En ég ætla að skjóta aftur inn í, sko, út af því að þetta er áhugaverður ágreiningur í samvændi við til með svínakjöt. Tökum bara svínakjöti hérna út fyrir svega. Já. Sko, en svínakjöt svona sérstaklega slæmt að þeirra mati. Og það sem ég að velta fyrir mér, sko, á það fólk að geta krafist þess að það sé ekki boðið upp á svínakjöt. Segjum svo að á skólinn að geta boðið bara upp á svínakjöt einn daginn. Það þá, fer það gegn gildunum? Eða eigum við bara að krefast þess sem bara nei, þú ert komin hingað, þú tekur í hendina á konunni. Það er svínakjöt á boðstólnum, ef þeir mislíkar það, þá getur bara farið eitthvað annað. En þarftu taka, við byggum í COVID-tímanum og við þurftum ekki taka á hendina á fólk. Ekki láta mig byrja. Já, ekki COVID, við skulum sleppa því, en þú veist, við þurfum ekki að gera og ég hitti oft fólk, það er þessi virðing, af hverju þurfum við tvinga fólk upp á að vera með handaband þegar það vill það ekki? Jasmína. Hvað er þetta? Nei, halló, ertu að grínast? Ég er ekki að grínast. Þetta er ekki hluti af sem á trufla okkur. Fyrirgefðu, hérna aftur. Þetta er ekki hluti sem á trufla okkur. Það á ekki trufla okkur hvernig fólk klæðir sig, hvernig það hefur heima á sér, hvernig það fer með bænina. Þú berð virðingu fyrir því. Ég vann á vinnustað sem var búið til aðstæð fyrir fólk til að biðja. Þú veist, það var enginn að biðja á vinnustaðnum að gera þetta. Ég var með 13 þjóðirn í minni vinnu. Ég var markvisst vinna að því að fá sem flesta til að vinna minni deild til þess að skilja þessa menningaheima. Þannig vinnum við gegn þannig færðu fólk á þitt band en ekki með því að þvinga eitthvað upp á. Ég get sagt þér það, ef einhver myndi þvinga eitthvað upp á mig og ég fengi heilt sveitafélag á móti mér vegna þess, ég var fyrsta manneskja af mörgum, langt undan öllum áður en Reykjavíkurborg byrja að tala kristnifræði. Börnin mín, ég var kölluð á fund hjá sveitafélaginu. Ég er ekki trúið. Einfallega, ég er bosníu-múslimi, en ég vil ekki slíkt sér þvinga upp á mig vegna þess ég vil hafa val. Þetta hefur ekki með trúna að gera, þetta hefur ekkert með þjóðerni að gera. Þetta er mín lífsskoðun. Og mér þykir mjög vænt að í dag eru miklu fleiri sem setja sig mörk. En ef fólk vill ekki, ef leikskóli vill bjóða upp á svínakjöt, þá sé enga ástæðu af hverju einhver múslimi átti mótmæla því. Ég mótmældi því aldrei. Það skiptir mig engu máli. Það borða bara börnin mín ekki þennan dag eða ég sendi þau með nesti. Óskup einfalt. Eða eins og á Íslandi, þá er vegan í boði sem er yfirleitt ekki kjöt. Þannig þetta er bara list. Sko, þú ert að gera þetta allt og auðvelt og þú ert að koma þér frá punktunum hérna. Frekar listilega, ég ætla að gefa þér það. Okay. En aftur á móti, þú veist alveg á hvaða grunni það er ekki verið að taka höndina á konum. Og það er ekki út af sýklum og það er ekki út af einhverju prinsipi. Skiptir það einhver máli? Já, það skiptir máli. En ég er með prinsip. Þetta skiptir ekki máli, út af því að þetta er aðalega, sko, prinsip eins manns eru allt öðruvísi heldur en þegar hún komið með heildarmengi sem að telur það óæskilegt að taka höndina á konum. Við vitum alveg að þetta byggir á kvenfyrirlitningu, við vitum alveg að þetta byggir á því að konur eigi að vera ákveðin eign annars manns og þessi, sko, við erum ekki að tala prinsip, við erum ekki að tala einsdæmi, við erum ekki að tala það að þetta sé eitthvað svona sem er að fara að gerast nokkrum sinnum og sé kannski alltaf lægi út og það eru ákveðinir aðalar með ákveðin prinsip. Það er ákveðin undirliggjandi kvenfyrirlitningi sem við þurfum að horfast í augu við og þegar til dæmis eins og frægt var þegar var þennan norsku kennari sem sagði bara hingað eru þið komin og þið takiði höndin á konum þegar það er beðið út af því að þetta byggist á menningarlegu afbrigði sem er komið frá öðrum heimi sem hefur ekkert með okkar hugmyndar að gera það hvað stöðu konur er að gegna í samfélaginu. Þetta eru áhyggjurnar. Þetta snýst ekkert prinsip eins manns, hvað má ég ekki sleppa því að taka höndunum? Að sjálfsögðu eiga ákveðinir aðalar að hafa getu til þess að sleppa því að taka höndun á konum. En aftur á móti þegar við komum með stóra hópa fólks sem eru að sleppa því að taka í höndun á konum, þá vitum við að það er framlenging á undirliggjandi annarri hugmyndafræði sem að við teljum óæskileg í okkar samfélagi. Þetta hefur ekki að gera með handabandið per se, þetta snýst viðhorfið sem er þá að umbreyta og að í ákveðnum þegar þau komið í stóra hópa eins og er víða í Evrópu,
þá eru áhyggjana farin að verða miklu stærri heldur en þetta eina handaband. Já, ég sammála því, en þú ert alltaf, það er þetta sem er rangt. Yfirfæra einstaklinga yfir heilu hópana. Tóti, einstaklingar, ég hef hitt einstaklingar sem vilja ekki taka í hendina. Ég hef aldrei hitt heilu hópana, 100 manna. Ég hef verið samkomu með 150 múslima. Það tók allir í hendina á mér. Og ég þurfti ekki að vera með slæðu, ég þurfti ekki að vera neitt. Þetta er þessi lýðræðislegt val að geta gert þetta. Ég fór með forseta okkar inn í Moskvu. Ekki þurfti hún vera með slæðu. Þetta er, þau eru hluti af samfélaginu hér og þeir eru að reyna að gera sitt besta til að vera. Og það er gott dæmi. Af hverju þurfum við taka alltaf þessu verstu dæmi sem einhver, ég hef alveg heyrt af dæmum, já, hann vill ekki taka í hendinni í skólanum og ég hef sagt það, ok, hann vill ekki taka, en hann verður að bera virðingu fyrir kennaranum, hann má ekki tala svona, hann getur ekki gett svona, vegna þess lög og reglur á Íslandi er allt öðruvísi. Og fólk lærir það með tímanum, það tekur kannski 10 ár, en það lærir það fyrir rest. Hlaðvarpið er í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því er Poulsen. Poulsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Poulsen.is. Ef það er stjarna í framrúðinni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann er tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðinni, Poulsen.is. Láttu græða rúðuna strax í dag. Þá erum við komin aftur í þetta með 10 ár. Ætlum við að fara að breyta samfélaginu okkar í 10 ár til þess að þóknast einhverjum gildum Einstaklingum, ekki hópum. Viðmiðum og hópi einstaklinga sem eru hingað komnir til þess að vera viðhafa sín gildi og við einhvern veginn að vera meðvirkar því til þess að mögulega að það verði viðhaft eftir 10 ár. Já, þetta er stór undarleg hugmynd. Já, nei, það er ekki undarleg vegna þess. Ef þú þvingar fólk til eitthvað, Dóti, ef þú þvingar, það gerist ekkert. Þetta er frjálslyndi stefna og mér finnst magnað einmitt að hlusta á hægri menn tala frjálslyndi án umburðarlyndis. Mér finnst alveg magnað. Þetta eru grunnstóðir frjálslyndi stefnu er að bera virðingu fyrir hinum. Ég þarf ekki vera sammála. Ég vil ekki vera með slæðu. Ég er bosníumuslimi. Ég þarf ekki vera sammála einhverju konum að vera. Ég ber virðingu fyrir því. En ég get líka sagt þér það því ég sé ég myndi aldrei vilja sjá börnin mín undir þessu. Það er að því það er mitt val. Ég vil svona. En aðrir sem velja annað. Þú veist að ég kem frá Stríðshjálandi ef við tökum ykt dæmi. Og ég hef oft verið spurð, hvernig getur þú búið með fólki í raun og veru nágranna sem hefur hent hér út? Hvernig get ég það? Ég heilsaði þeim alla daga, ég var núna út í 2 vikur og er að fara aftur núna í 3 vikur. Til Bosníu? Já, og hvernig get ég, maðurinn minn, hann skilur þetta ekki. Hann segir, af hverju hatar þú ekki? Af hverju þarftu að heilsa þeim? Það er einmitt, það er virðing. Ég veit hvað þau gerðu mér. Það er virðing fyrir mannkyninu, ekki þjóðerni, ekki skoðunum. Mannkyni, manneskja, getum við verið svona afmennskuð að við getum ekki trúið því að það eru ástæður fyrir að fólk velur ákveðna hluti. En það er ekki vegna þess þau fæða slæm, það er vegna þess áhrif frá samfélaginu, hefur áhrif. Á stríðsárum, þetta var rof af þessu félagslega. Rof einhvern veginn að gildin breyttust. Gildin breyttust í það að vera eðlilegt að misnota mig, það var eðlilegt að beita mig ofbeldi, það var bara eðlilegur hlutur. Engi kippist upp við þetta fyrir en dómstólar í Haag fóru að dæma fólk fyrir slíka glæpir. Það verður rof og við megum ekki hafa þetta rof sem er einmitt yfirvonda núna alla Evrópu, að þetta rof verður til staðar að það sé allt í einu eðlilegt að við allt þetta mannréttindi og sem við erum að tala en mannréttindi koma frá sameinum þjóðum vegna þess að þjóðernishyggja, þessi neikvæða þjóðernishyggja, það er þessi öfga, virkaði ekki. Þannig við þurftum að koma okkur samkomulega að henda fólkinu ekki bara út á hafi eða í gasklefa. Þannig við þurfum að horfa á heildarmyndina.
ef við ætlum ekki að taka á móti flóttafólki, ef við ætlum ekki að gera neitt í því, að því flóttafólk, við höfum ég tala flóttafólk vegna þess að á Íslandi eina kerfi hælisleitendakerfi til þess að taka á móti flóttafólki, að því undanfarin ár höfum við ekki tekið á móti kvótaflóttafólki. Þannig, ég tala flóttafólk og flestir sem eru náttúrulega í ríkjum kringum okkur með svipakerfi. Þannig, þau eru taka þeim forsendum vegna þess að við Vesturlöndin sem við töljum okkur svo frjálslynd og æðislega og frábært, við erum best, að við erum að taka þátt í að þetta fólk sé á flótta. Bæði ef við erum að tala stríð, við erum að styðja oft við stríð, stefnur, við erum að kaupa vopn, við erum að selja vopn. Það eru frelsissprengjur. Já, akkurat, nákvæmlega. Og þú veist, þannig fólk að flótta. Sko, ég sem flóttakona, ég hef aldrei nokkuð tíma valið að flytja út og ég get sagt þetta með tárum í augum vegna þess. Ég búið að missa tengslu við alla fjölskylduna mína. Þetta var ekki mitt val og ég get ekki verið sátt við það. Og það ekki val, hvorki fólk í Sýrlandi eða Afganistan eða Gaza eða Úkraínu eða Venezuela eða öllum þessum löndum sem við erum að fá flesta til að koma til Íslands. Það ekki val. Búa á Íslandi, læra tungumál, vera ein og ég ennþá ein daginn í dag vegna þess, ég á engan hér, jú, ég á bróðir, ég á ekki ömmu, ég hef aldrei alist upp við umhyggju, ættingja, vina, tengslanýtis. Þetta ekki val flóttafólksins og ég virkilega meina þetta, ég veit ég búið að vinna í þessu, ég finn þetta meira með árunum og kannski ástæða fyrir því að þetta hvetur mér að ræða þetta einmitt kannski væmið en þetta eru tilfinningar sem ég hef aldrei getið einhvern útskýrt á mannamáli, hvað veldur að ég verð alltaf stuðuð af þessu, það vegna þessi hræðsla einmitt, fólk fer að flótta að því þeim ógnað. Svo komaði nýtt samfélag og það ekki tekið vel á móti. Það einhvern veginn, þú ert svona útskúfaður og ég að verða útskúfuð eftir 30 ára að vera hér út af umræðun, út af þessu. Þetta ekki rétt stefna. Þið viljið ekki, eða þið, það að segja, hinir sem eru móti, það að því þetta snýst við og hinir, þau vilja ekki fá fólk að því eins og mig að snúast allt í einu að vera neikvæð og vera að því ég upplifi daglega einhver áreiti. Tala ekki góða íslensku, ég get ekki fengið vinna að þér innflytjandi, að því íslendingur betri. Ég þarf að heyra ég tala 90% íslensku, ég búið að eyðileggja íslenskt samfélag, ég að ala upp Breivik heima með mér, börnin mín sem eru framúrskarandi með 3 háskólagráður, reka fyrirtæki sem í íslenska landsliðinu. Þú veist, hvað dettur fólkinu hug? Ég veit þetta eru einstaklingar. Ég alhæfi þetta ekkert yfir alla Íslendinga. En ég bara þreytt á þessari orðræðu og það eru fleiri og fleiri. Veistu hvað margir innflytjendur tóku undir það sem ég að segja? Þetta ekki gott. Það einfaldlega þetta allt saman. Hefur þetta áhrif að það verður neikvæð umræða. Bæði flóttafólk og innflytjendur. Vegna þessi litli hópur, það yfirfært, hræðsla yfirfærð yfir á alla. Og svo færist það inn í kerfi. Þú veist, eins og við heyrum að núna að áhrifafólk að tala ástandið svona að því við erum að taka á móti þeim. Nei. Ástandið svona vegna vanræksla stjórnvalda að takast ekkert á við þetta. Við getum farið lengra. Okkur öll á Íslandi sem kjósum flokka sem gera þessa hluti svona. Miðflokkin. Eða bara, já, sko, fólk fólk. Þau hafa stefnu. Ég skilgreini eins og ég sagði við áðan, við setjum okkur í hlutverk. Það hlutverk Miðflokksins að því það bara þeirra stefna svona. Ég trúi ekki fólk sé illgjarn eða það svo fáir sem eru þar, eins og ég sagði. Þarna við að ræða einstaklinga og einstaklingsbasis sem eru öfga og vilja eitthvað fara lengra. Og það sést alveg í gegnum. Hvað fólk það sem kannski... einhver öfgahópur á Íslandi eða öfga stjórnmálaflokkur? Það ég held að það sé engin íslenskur stjórnmálaflokkur sem talar nálægt því hvernig margir flokkar sem eru stærsti flokkarnir eins og í Norðurlöndunum að Bretlandi tala, sko. Nei, ég sammála því.
ég get alveg örgulega tekið undir það. Það eru einstaklingar inn í flokkum sem tala kannski eins og sumir í Breitlandi eða eitthvað. En mér finnst alltaf magnað að ég vill horfa þetta alltaf út frá einstaklingum en ekki yfirfæra yfir alla hópin. Við verðum að vanda okkur með það þegar við sérstaklega fréttamenn, fólk eins og þú sem að stjórna þáttum, að alhæfa ekki og yfirfæra vegna þess að þetta særandi. Það særandi að hlusta. Ég valdi, eins og ég segi, ég valdi ekki að koma á að flótta, ég valdi ekki sérstaklega Ísland, ég var bara heppin að koma hérna, ég var mjög þakklátt vegna þess að ég líka sökum að vera vanþakklátt, ég ekki vanþakklátt, ég bara einfaldlega eins og þú benda þennan vanda sem við upplifum og bara síðan bað ég eina góðum vinkonum að hlusta frekar á mig í staðinn fyrir að segja mér, já þú ert ofdúlkað þetta. Þetta eru mínar tilfinningar, eins og ég sagði, sem mjög erfitt stundum útskýra út af mínu bakgrunni. Þetta hefur ekkert með eitthvað hatur á fólki eða ég sé að móti hvernig þetta gert, en ég geri kröfu að gerum betur. Vegna þess, ég mjög kröfuhörð. Það vita allir sem hafa starfað fyrir mig, það vita allir sem umgangast mig, það vita börnin mín, fjölskylda mín. Þú veist, ég set kröfur. Ég set kröfur fyrst á sjálfa mig og set kröfur á aðra. Það bara eðlilegt og ég set kröfur innflytjendur að tala íslensku, alveg sjálf, ekki vegna þess að ég tel að þau þurfa að tala íslensku vegna þess að Íslendingar segja að það bara þannig, vegna þess Þetta aðgangsmiðin í samfélagi. Hún saminar okkur. Tungumáli saminar fólk vegna þess þegar ég hitti vinkonu mína frá Kenya, þegar hitti vinkonu mína frá Póllandi, frá Lettlandi, bara úr öllum heimsálfum, frá Bandaríkjunum, við tölum íslensku. Við tölum ekki ensku, við tölum ekki lettnesku eða rússnesku eða spænsku, við tölum íslensku. Og það saminar okkur og það fallegt, en ekki þvinga, það að segja, við eigum að ræða þetta að því þetta hluti okkar menningu. Það er hluti menningu, en það miklu heilbrigðara vegna þess að þú farð aðgangsmiða að samfélaginu. En á Íslandi, þú fær ekki aðgangsmiða að samfélaginu vegna þess að þú þarft að klára íslensku háskóla til að fá aðgangsmiða að samfélaginu eins og ég. Ég forréttindahópi, þó ég hef komið sem flóttamaður og innflytjandi, þá ég forréttindahópi vegna þess að ég kláraði mína háskólagráðu hérna á Íslandi. Mitt tengslanett íslenskt stórt vegna þess að ég vann fyrir því að byggja mér þetta tengslanett. Fólk sem kemur til dæmis margir frá Póllandi hafa ekki þennan aðgangsmiða vegna þess að þau eru upptekin mjög mikið að vinna. Þau hafa engan tíma til að byggja þetta tengslanett. Ég held að þú varst að tala að þú verður að finna meira fyrir þessu og þar fram til götunum. Það kemur mér endar ekki á óvart og ég held að sé rétt hjá þér. Það út af því að stjórnvöld hafi ekki tekið á þessum vanda og ég held að vandinn hafi aðalega verið bundin við ekki oflítinn stuðning, heldur jafnvel of mikinn stuðning og hann sé aðalega bundin við það að við séum ekki taka á þeim svona álitamálum sem hafa að gera með menningarleg mál og að þeir sem eru að brjóta af sér og þannig þurfi að fara úr landinu. Ég held að það sé aðal vandinn og þú getur sagt að það komið aðalega frá ESB, það kann að vera. Sænski veruleikinn þar sem að lögreglustjórinn ég man ekki hver það var sem að talaði það í Morgunblaðinu en ég aftur á móti ég kalla eftir þessari umræðu vegna þess hún mjög ég veit lögregla getur ekki tjásum þetta en ég vil að koma að staðreyndir hvaða þjóðar hver að brjóta af sig vegna þess við getum aldrei og það sér umræða ekki alla innflytjendur ekki all flóttafólk þarna hópina hópsins sem gerir það, hvað sem eyðileggur fyrir öllum öðrum og það ástæðan fyrir ég líka að segja þetta því að mér finnst ég held að sé töluvert lengra áliðið heldur en að margir telja allir eins og í Evrópu. Ég held að Evrópa sé komin í þannig farveg að farsælum lausnum fyrir sífækkandi. Ég held að einfaldlega að þetta muni enda ekki endilega illa en við erum til dæmis að fara að sjá stórkostlega breytingar á velferðarkerfum eða jafnvel einhvers konar átök. Og ég held að þau átök þegar ef að það gerist að þá mun það koma til með að breiðast mjög hratt út út af því að núna neyslumynstur okkar allt öðruvísi á samfélagsmiðlum og annars staðar
að ég held að ef átök að verði átök einhvers staðar, þá mun það breiðast út í Evrópu mjög fljótt og ég vil reyna að færa rök fyrir því og ég er búinn að reyna að færa rök fyrir því að hér erum við með langflesta sem að standa sig mjög vel. Ákveðin aðalir sem 98%. Já, mögulega. Ekki, Það bara er náttúrulega mismunandi innan hópa eins og í Danmörku hefur gengið mjög illa til þess að taka á móti ákveðnum hópum, mjög illa að taka á móti til þess fólki frá Palestínu sem er kannski alveg eðlilegt sem segja sumir út af því að það er svo stríðshrjáð og hérna En vissirðu það að þau setja það fólk yfirleitt á örorku, mjög fljótlega? Já, ég veit það. Já, en það fer á örorku, þeir setja það ekki á örorku. Jú, þeir meta það og ég Já, veit en það þeir fara sjálfir í það. ég veit vegna þess að það eru svo margir frá Bosníu líka á sínum tíma, stríðshrjá lönd og þeir eru með áfallastreitu og allt þetta. Þannig það er kannski hugmyndin sem kemur að þau leggjast á kerfi. En af hverju? Hvernig metum við það? Þannig þetta er miklu dýpra að fara ofan í, en ég veit það líka að balkanska löndin eru miklu fljótari að, þau eru miklu duglegari að vera á vinnumarkaði og það er bara kannski eðli sínu þannig frá menningaheimi þar sem konur vinna heima og svona og karlmenn eiga að sjá fyrir þeim. Það er hóparnir sjálfsagt sem þurfa lengri tíma, eins og ég segi, hópur frá Afganistan, ég get bara tekið eitt dæmi bara fyrir því, bara því ég vann í þessu málaflokki, það er ótrúlegt. Hérna, þú veist, þegar við erum að fá fólk sem kann ekki einu sinni á stjórnsýslu, þú veist, þeir eru að koma frá afganskum fjöllum, þar að segja, þar sem er eitt fóringi sem ræður öllu og fólk kemur hingað og býður einhvern fóringja sem ræður öllu. Það er ekkert á Íslandi. Þetta þú sér, þetta er ólæst fólk sem kann ekki lesa, kann ekki skrifa og getur ekki og ég er ekki talað að þetta sé stór hópur, þetta er mjög lítil, en við erum fáum einstaklinga. Það er barist fyrir því að konur læri ekki að lesa og skrifa út af því að það er náttúrulega frelsisafl. Já, akkurat. Í Afganistan. Já, því miður, en það er, máli er þegar við fáum svona einstaklingar þá þarf einfallega miklu lengri tíma. En þetta eru kvótaflóttafólk, það sem stjórnum og velur að koma til landsins. Oftast nær. Þannig að þarna er, við þurfum að fara miklu dýpra ef við ætlum að greina hver á að koma og hvað forsendum og hvernig við ætlum að þjónusta. Það er kannski, og ég vildi gjarna vita af hverju finnst þér við ofþjónustum fólk, af hvaða forsendum, hvað gerum við hérna á Íslandi sem er ofþjónustað? Ég held að það sé bara aðalega bundið við það, allir með þess að fólk á vinnualdri sem kemur hingað í leita hæli eða annað, hefur öfugsnúna hvata í það að fara á vinnumarkað. Það er ólíklegra, það til dæmis getur fengið töluvert hærri fjárupphæðir fyrir það að vera á kerfinu og það getur fengið til dæmis ef það var einhver sem að ræða það var öfugsnúni hvatar gagnvart því að ef að fólk fer á vinnumarkaðina þá var það ólíklegra til þess að geta fengið til dæmis félagslegt húsnæði og þú veist það er þetta sem ég er að tala um. Heilbrigðisþjónustan, það er umræður það að það megi ekki setja í samhengi við öryrkja og aðra félagslega innviði en það er aftur á móti fyrir hendi og ég tala við fólk í klíninginni, ég tala við fólk á Landspítalanum sem að segja það að túlkaþjónusta og annað lætur þetta taka miklu lengri tíma og þetta er miklu meira álag á innviði heilbrigðiskerfisins heldur en að fólk lætur líta út og það er þetta sem að og ég er ekki að segja að það sé ekki til lausnir á þessu, ég er bara að segja að þetta eru raunverulegar forsendur, félagslegir innviðir eru aðalega bundnir við mannafla sem er tilbúin að vinna að hendi. Það er ekki bundið við fjármagn, þetta er ekki bundið við það að sé til húsnæði eða eitthvað þannig, þetta er bundið við það að sé til mannafli. Sá mannafli er að fara í það að þjónustaldæmis eins og flóttafólk og aðra. Vonum með Aþenu sem ég veit að þú þekkir til, Hverfabóltafélagið. Þeir fengu ekki húsnæði í Austurbergi út af því að það voru karlmenn sem þurftu að hafa félagslegt úrræði til þess að forða þeim frá afbrotum sem voru frá einhverjum stríðshrjáðum löndum. Þetta eru umræður sem að fólk er að eiga og þú talar að þetta sé bara eitthvað ofþjónusta. Ég tel að þetta sé ofþjónusta. Ég tel að þetta sé ofþjónusta þegar við erum að fá fólk sem er á vinnualdri sem að kemur hingað og getur fengið miklu hærri kjör fyrir það að vinna
að við séum einhvern veginn í algjöru stanslausu kröfuleysi gagnvart þessum hópum til þess einhvern veginn að koma til móts við þá og vera meðvirk og já, við getum sagt að þau takast á við erfiðar aðstæður og það kom frá stríðsfjölunum löndum, en ég aftur á móti held að sé ekki farsæl lausn að vera bara einhvern veginn með það allir eins og í 10 ár á einhverjum félagslegum stuðningi til þess að þau komist betur inn í samfélagið. Ég held að vinna sé miklu betri innviður í það að koma fólki inn í samfélag. Það sem að við erum að dreifa fólki á mismunandi staði þar sem er miklu líklegri til þess að læra tungumál og annað. Og líka náttúrulega... En málið líka flestir vilja vinna. Og það líka... Það er svona bara að sleppa þessum félagslegum innviðum og láta það bara vinna. Já, en málið það, hvernig, já, vinna, en það þarf samt stuðning við það, vegna þess, eins og ég sagði, við tökum ekki á móti flóttafólki á sama level og það gerir til dæmis Kanada, vegna þess að við fáum fólk og við segjum bara finn ykkur vinnu. Þetta ekki svo auðvelt fyrir einmitt þessa einstaklinga. Þannig við segjum ekki fá ykkur bara vinnu, við neitum það að fá sér vinnu. Já, fyrir utan það að við hælisleitendur fá náttúrulega ekki að vinna vegna þess að þau eru bara, þeim bannað að vinna meðan þau eru í málsmeðferð. Já, málsmeðferð. Og það mismikið, þau fá náttúrulega bara en fara svo að vinna svart með því að vera einhverjum vitleysi kennitölu hjá Volt eða eitthvað? Já, nákvæmlega. Og ég hef heyrt af þessum dæmum, ég hef ekki verið vörð, ég veit náttúrulega ekki, en ég hef heyrt af því að þetta sé svona. En máli einfaldlega það, ef fólk vill vinna, þá eigum við leyfa fólkinu að vinna. Og Nei, við eigum bara að krefja það það að þau þurfa að vinna. Já, sko, krefjast. Við þurfum samt að fá vinnumarkaðinn til þess að fá þau í vinnu. Það ekki svo auðvelt. Ég get alveg sagt í það, þau velja frekar vinnumarkaðurinn, Pólverja, Úkraínumenn, Venesúlabúa, heldur kannski fólk frá Miðausturlönd. Það bara staðreyndin. Þarna að meðan kannski Kanada ekki það að vegna þess að þau segja bara, okkur vantar 10 einstaklinga, ok, hérna eru þau. Það ekki velt sér kannski endilega upp úr því hvaðan fólk kemur. Heldur að getur leyst úr, hvað maður segir, fá fleiri hendur til að vinna verkin, vegna þess við öll högnumst af því þegar fólk að vinna. Og ég get tekið undir að hluta að það góð... Tekur þetta allt bara? Nei, að hluta að það góð endurhæfing að vera í vinnu og hafa eitthvað að gera. Og flestir sem ég heitt, langflestir, vilja vinna og þau biðja það og þau vilja fara að gera eitthvað. En við erum ekki bregðast nægilega við því vegna þess þau þurfa að finna út úr þessu sjálf. Hvernig ætlar þú finna út úr þessu sjálf þegar þú talar ekki tungumáli og þekkir ekki tengslanit, engar til að spurja, veist ekki hvert að leita. Maðurinn minn vinnur á einu verkstæði sögðu frá og hann sagði það ekki dagur sem kemur ekki fólk, sérstaklega fólk, að því við eigum náttúrulega flottamannabúðir upp í Ásbrú sem kemur og spyr, má ég vinna? Ég skal koma bara frítt að vinna, þú þarft ekki borga mig laun. Það ekki dagur sem fólk kemur ekki. Þannig að þetta stemmir ekki við þessa umræðu að þau vilja leggjast á kerfi. Ég held við höfum búið til kerfi og við erum þvingaðu í eitthvað sem þau vilja ekkert endilega vera. Þannig það spurning hvort við séum sem bara stjórnvöld með eitthvað þarna bóið, að mín mati jú, við erum með þarna eitthvað bóið og við þurfum að laga það. En það þýðir ekkert kenna mér, innflytjendur, flóttafólki og segja og alhæfa við alla hópa þau sé svona eða hinsegin. Það pottþétt í Danmörku eða Svíþjóð, þetta ekki gert svona og fyrir utan það þau bjuggu til gettó og við erum fara að gera það uppi Ásbrú og fleiri hverfum búa til gettó og hver gerir það? Stjórnvöld gerir það og það gott? Nei. Vitum við það sé ekki gott? Jú, ef við gerum það samt. Að því, vantar fjármagn. Og hver stjórnar fjármagninu? Ekki innflytjendur. Þannig að punkturinn með pislinu mínum var það að við getum ekki kennt okkur, við þurfum að horfa á stjórnvöld, ég til að vera hluti af lausninni, ég get sagt þér líka Tóti, ég ekki vinsæl hlutir á lausninni, þegar ég bendi á þetta. Nei, það gott að ég sé svona vinsæl. Nei, ég ekki vinsæll í þessu, sko. Ég veit það ekki, sko. Mér finnst, það svo skrítið, út af því ég tek svona púlsinn á mismunandi svæðum í
samfélaginu, leyfi mér að segja út að ég vinn á nokkrum vinnustöðum þar sem að ég er bæði með fólk sem að er svona, já, neðri millistétt og annars staðar og umræðan til dæmis kaffistofu umræðu bara almennt hafa umturnast og það er undirliggjandi ólga sem ég veit af sem er fyrir hendi, sem að þú finnur fyrir og ég veit ekki það er eitthvað svo einkennilegt að sko svona hvað það segja, svona popular svo ég sletti umræðan í þessu er bara ennþá eins og það sé 2017 og ekkert hafi breyst. Já, sammála. En þetta er þessa upphrópanir. Þetta er ekki upphrópanir, það er bara fólk að segja bara, heyrðu, jú, fólk lýsir sína tilfinningar, hafa áhyggjur. Já, og segja bara samfélag mitt hefur breyst. Já, og það kemur, mikið. já, og þá kemur hérna ákveðnir einstaklingar sem hafa vald og segja eitthvað sem er vinsælt og að því þú ert með ótta þá tekur þú þetta upp. Ég er endar ósammála þessu sko. Ég held að þetta sé frekar bundið við það að fólk hefur áhyggjur af ofangreindum málum sem að við erum búin að vera að fara yfir hérna og stjórnmálamenn stýrast af eftirspurn. Ég einhvern veginn sko hefur rosalega mikið verið að hugsa þetta út frá því hvað hefur verið að gerast í Evrópu og annars staðar og þá er alltaf verið sko að tala það að það séu einhverjir ákveðni aðilar sem er einhvern veginn að hræra upp ólgu sko, búa til vandan og eitthvað þannig. Ég held aftur á móti að þetta sé aðalega bundið við eftirspurn fólks og stjórnmálamenn stýrast miklu meira af eftirspurn heldur en nokkuð tíman það að þetta sé eitthvað hugsun á fólk sem er einhverju leiðtogar. Ég sammála, þetta stýrist og ég fundi sérstaklega í þessari kostningabaráttu síðast. Það var enginn að búa til það var mjög skýr krafa að það er enginn innflytjendur á listanum. Það bara, þetta var bara almennt. Hefur að sé, það er bara flokkur fólksins er með hana Mörtu og Marta er svona kannski einstaklingur sem myndi tala fyrir innflytjendasamfélag. Hver er Marta? Man ekki seinna nafninar, ég kann ekki bera en hún er í Breiðholt og ég held hún sé kennari og eða vinnur allavega í eitthvað tengt því aðstofabörn og eitthvað svona og hún er í öðru sæti og var að þingmaður og hefur komið inn á þing síðan er Pavel en hann hefur aldrei verið taka einhver afstöðu sérstaklega með innflytjendur og með tala fyrir innflytjendur þannig, jú, hann er Erlendubergi brotnu Er hann ekki leika pólsku, við veitum alveg hvað Pólverjinn finnst þetta? Hann er hægri maður sem er bara og mjög hægri hugsun, ég kann vel við hann og hann er æðislegur. Þú veist hvað Pólverjinn finnst þessi mál sem við erum að tala Já, ég veit. Þeir eru miklu öfgakendari heldur en við erum Já, ég veit, en ég veit. Ekki það að Pavel sé það sko, ég bara segja að Pavel er það ekki. Pavel, það er mjög gaman að tala við Pavel með þessi mál. Hann horfir svona á lausninar og við erum sammála með þessu kanadísku leiðina. Ég veit það. En það var komið skýrkrafa. Ég hef búið að tala sko, þau vildu að því innflytjendamál ætlum ekkert var á dagskrá og ætlum ekki að setja innflytjenda einhvers staðar efstu sætin. Og þar með er engin rödd sem talar inni sem aðrir eru tilbúin að hlusta. Til þess einmitt að sportna við þessari umræðu til að fá einhvern jafnvægi, til þess að fara að taka einhverja ákvarðanir sem skipta máli fyrir þennan stóran hóp. Þannig, þegar þú ert ýttur svona til hliðar, hvað gerist? Þá fer bara kannski einhver bylting á stað. Það mun koma bylting. Ef þú ert ýta fólkinu niðri, það sem er að gera steinlega í Breitlandi, þegar þú alltaf íti fólkið niðri og þú ætlar ekki leyfa þeim vera með þessa rödd til að vera mótvægi. Þú þarft ekki vera í stjórn, þú getur verið stjórnanstöð, en röddin því heyrist, það er einhver sem tekur mark á því þar sem þú ert að tala. Það hefur bara ekkert verið. Og mikilvægast í þessu öllu er einmitt, fólk að erlendum uppruna, í staðin fyrir að standa saman, þau aðhyllast frekar hugmyndafræðinni ríkja eins og í Bandaríkjum. Við veitum það hver kaus Trump. Það er einmitt fólki sem hann er að hætta jafnvel landin í dag. Margir hverjir. Það er þetta sem er að því fyrirmyndirnar, hvar eru þær? Þær eru ekki. Og það er engin rödd. Hefurðu heyrt þessa rödd inn á Alþingi hjá okkur? Þessa rödd sem ég var að tala núna. Já, svona 2017 Helga Vala eða eitthvað en ekki frá innflytjendum. Já, sanngjarn, ekki upphrópanir.
Að Helga Val í upprópunum? Nei, Helga Vala var mjög málefnileg og hún bara algjör, hún bara flott kona og mjög flott fyrirmynd. Burt sér frá skoðunum. Ég á mjög flotta fyrirmyndir að ég sé burt frá skoðunum þeirra. Sjálfstæðisflokkunum, mjög margir flottir einstaklingar sem ég horfi upp til, en kannski ekki sammála í skoðunum. En það ekki máli hjá mér að vera sammála þér í þínum skoðunum svo þú heyrðir. Við tökum alveg okkar slag og við gerum það reglulega og erum ósammála. En ég þarf ekki upprópa þig sem rasista eða einhvern til að upphefa sjálfa mig. Og ég krefst þess að hinir aðilar þurfa ekki upprópa mig sem einhvern vinstri mannesku sem ég bara alls ekki. Það að segja. Ég meira til fyrirgjöf. Ég held að ég krefst þess sama af hinum hópunum. Hætta þessum upprópunum og vera frekar, tökum þetta, tökum þetta skref fyrir skref, leitum lausnar, og finnum þær sem henta vegna þess ef við ætlum halda áfram þessu við og hinir, það verður sundraugur. Eftir nokkur ár, það þarf ekki að vera eftir 5 ár eða 10 ár, það getur verið eftir 30-40 ár. Þetta magnast og magnast og magnast og það verður bylting eða verður jafnvel stríð og átök. Það kemur mjög óvart ef við myndum ekki gerast á þessu 10 árum eins og í Bretlandi, sko. Þannig að við sjáum hvernig það fer. Já, það getur akkurat, en við þurfum að passa, við megum ekki íta þá, þessa hópa svona niður. Við þurfum þau þurfa að fá rödd, þau þurfa að fá segja sína skoðun, þau þurfa að vera Alþingi endurspegla alls ekki samfélagið, vinnustæðir endurspegla alls ekki samfélagið, atvinnugreinar endurspegla alls ekki samfélagið. Við erum ekki blanda okkur saman. Við erum að búa til með þessu stefnuleysi, ég kalla þetta stefnuleysi, við erum að búa til einmitt þessa hópa sem gagnast ákveðnum stjórnmálaflokkum. Eins og þú sagði, eftirspurn. Þetta bara framboð eftirspurn. Já. Alveg svo þetta hlaðvarp. Vonum að fólk hafi klárað þetta. Jasmína, alltaf gaman að sjá þig. Sömuleiðis, mín kæri. Takk aðeinslega fyrir að koma og þangað til næst. Takk fyrir.